Komið sæl og ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Langar að segja ykkur frá því að í Jóhannes 1:3 er okkur sagt að án hans varð ekki neitt sem til er. Sem þýðir að það er ekkert í þessum heimi sem ekki var til fyrir hann. Og þegar við rýnum niður í smæstu sameindir eða virðum fyrir okkur víðáttumikla stjörnuþokur alheimsins, þá getum við vitað að án hans hefði ekkert að þessu orðið til. Og þegar við virðum allt þetta fyrir okkur, að þá er eitt sem er augljóst hvert sem við lítum. Allt sköpunarverkið lítur lögmálum. Eðlisfræðin, oft kölluð undirstaða vísindanna, felur í sér lögmál og meginreglur sem stjórna hegðun efnisheimsins. Allt frá minnstu ögnum til stærstu himintungla. Og þessi lögmál gefur okkur skilning á því að allt sköpunarverkið lítur lögmálum Guðs. Uppgötvanir Isaac Newtons lagði grunninn að skilningi okkar á því að hlutir í kyrrstöðu, hann helst í kyrrstöðu og hlutur á hreyfingu heldur áfram að hreyfast með föstum hraða nema utanaðkomandi kraftur verki á hann. Og snilligáfa Newtons náði til himintungla fræðinar lögmáli alheims þyngdaraflsins sem segir að hver massi dregur að sér aðra massa í alheiminum með krafti sem er í réttur hlutfalli við margfeldi massa þeirra og í öfugu hlutfalli við fjarlæðina á milli þeirra. Og þetta er ástæðan fyrir því að reikistjörnur og tungl eru á braut hvort annað. Guð skapaði allt þetta og ætlast til þess að allt sköpunarverkið lúti þessum lögmálum sem hann hefur gefið. Það er ekki vilji eða ásetningur Guðs að breyta þeim grundvallarreglum sem stjórna alheiminum. Því sami skapari og kom á lögmáli eðlisfræðinar heldur þeim stöðugum. Og í upphafi skapaði Guð himinn og jörð og það gefur til kynna djúpstæðan ásetning á bakvið öll náttúrukerfi. Eðlisfræðileg lögmál, allt frá þyngdarafli til varmafræðinar, endurspegla skipulag sköpunarinnar, frekar en tilviljunarkennd slys. Nú þetta sjónarmið sést í ritningunni gegnum fullyrðingar eins og Jeremía 33:25, þar sem segir að svo segir Drottinn, ég sem hefði gjört sáttmála við dag og nótt og sett himni og jörð föst lög. Hér staðfestir spámaðurinn að Guð hefur komið á fót áræðilegum kerfum til að stjórna sköpuninni. Án þeirra væri heimurinn glundroði og þess vegna heldur Guð þessum lögmálunum á sínum stað, frekar en að endurskrifa grundvallaratriði sem hann hefur fyrirskipað. Þessi lögmál þjóna sem sönnun fyrir tilgangsríkri hönnun og margir benda á þessa fínstillingu sem sönnun fyrir því að það er hönnuður sem skapaði alla hluti. Og þessi nákvæmni bendir til þess að greindur hugur hafi vísvitandi jafnað þessa krafta til að líf geti þrifist. Það er því ljóst að ekki má kollvarpa þessum nákvæma jafnvægi í heiminum. Og þessi stað þurfum við að viðurkenna að Guð sem skipulagði slíkt merkilegt jafnvægi stjórnar sköpun sinni af fullum krafti og skilvirkni með lögum sem hann hefur sett. Í Sálmi 19:2 lesum við: himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Stöðugar brautir í sólkerfinu okkar endurspegla varanlega og reglufestu í náttúrunni. Og Guð ætlast til þess að öll sköpunin lúti þeim lögmálum sem hann hefur sett. Engu að síður er Guð ekki bundinn af þessum reglum náttúrunnar, að ef svo væri, þá væri tilgangslaust að leggjast á bæn og biðja Guð yfirnáttúrulegt kraftaverk. Frá sjónarhorni Guðs og Biblíunnar snúast kraftaverk ekki aðalega að skipa náttúrunni að beygja sig. Þessi stað er hún trúarathöfn og samfélag við Guð.
Kristur kendi, svona skulu þér biðja, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki og verði þinn vilji. Áherslan á vilja Guðs frekar en að krefjast breytinga á sköpunarverkinu. Og augljóslega það vilji Guðs að sköpunarverkið lúti þeim lögum sem hann hefur sett. Og Guð ekki að grípa inn í það nema brýn nauðsyn krefjist þess. Og við sjáum það líka í Biblíunni að bænir snúast gjarnan frekar það að leita visku, styrks, fyrirgefningar og leiðsagnar Guðs, eins og við lesum í Jakob 1:5. Ef einhver eða brestur visku þá biðji hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átalalaust og honum mun gefast. Þannig snýst bæn ekki svo mikið að breyta náttúrulegum ferlum. Bæn umbreytir hjörtum fyrst og fremst og auðveldar traust á Guði sem getur framkvæmt kraftaverk en gerir það samkvæmt eilífri visku sinni. Frásagnir af kraftaverkum í ritningunni allt frá Elía sem kallaði eld niður á Karmelfjall í fyrstu konungabók 18 til Jesú sem gekk á vatni í Markus 6 sýna fram á að Guð getur gert langt umfram það sem náttúruleg ferli bjóða upp á. Og þessar undantekningar endur skilgreina þó ekki grundvallar lögmál eðlisfræðinnar til frambúðar. Kraftaverk eru birtingamyndir guðlegrar íhlutunar frekar en kerfisbundnar breytingar á náttúrunni. Og þannig stendur líka upprisa Krists upp úr sem æðsta kraftaverkið í kristinni trú og sögulegur atburður sem vitnar vald Guðs yfir dauðanum. Hún fjarlægir ekki dauðan og mannlegri reynslu á þessum tíma, en upprisa hans lofar framtíðar upprisu fyrir trúaða og eilíft líf. Ef bæn breytti eðlisfræði lögmálum í hvert skipti sem einhver biður, myndi heimurinn leysast upp í ringulreið. Áreiðanleiki náttúrunnar stuðlar að stöðuleika fyrir allt líf. Hæfni okkar til að gera áætlanir, rannsaka líffræði og byggja upp innviði sem byggja á fyrirsjáanleika sem Guð hefur ofið inn í sköpunina. Þannig viðhald stöðurar náttúrulögmála í eðli sínu tengt gæsku Guðs í að viðhalda lífinu. Lögmál eðlisfræðinnar gerur okkur einnig kleift að meta óvenlega atburði sem forsjón Guðs. Stöðuleiki náttúrunnar verður bakgrunnurinn þar sem að kraftaverk standa upp úr og staðfesta að Guð hvorki handahófskendur né tilviljunarkendur í að viðhalda sköpuninni sinni. En það ekki aðeins lög varða efnisheiminn. Á sama hátt og hann hefur lög fyrir efnisheiminn til að fara eftir, þannig hefur hann sett andleg lög eða siðferðislög. Á sama hátt og Guð ætlast til að efnisheimurinn lúti þeim lögmálum og lögum sem hann hefur sett, þannig ætlast hann til að við lútum andlegum lögum. Ef ekki borin virðing fyrir lögum Guðs, hvort sem það eðlisfræðileg lög eða andleg lög, siðferðisleg lög, þá eru afleiðingar. Ef ekki væri lögmál eðlisfræðinnar, þá væri glundroði í alheiminum. Á sama hátt, ef ekki farið eftir andlegum lögum Guðs, þá verður glundroði. Það eru afleiðingar. Ekki vegna þess að Guð vilji refsa fólki, heldur vegna þess að það eru eðlilegar afleiðingar. Biblían kallar það synd þegar við brjótum siðferðislög Guðs. Og hverjar eru afleiðingarnar? Páll segir okkur það í Rómarbréfinu 6:23. Laun syndarinnar dauði, en náðagjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Eðlilegar afleiðingar þess að brjóta siðferðislögmál Guðs dauði. Alveg á sama hátt og ef þú stekkur fram að bjargbrún, þá hefur það afleiðingar. Lögmál sem kallast þyngdarafl tekur við. Þú hrapar niður og niðurstaðan dauði. Á sama hátt ef við brjótum siðferðislögmál, þá eru eðlilegar afleiðingar af því dauði, nema þú sett gripinn á leiðinni niður. Það verður einhver að grípa inn í til að forða þér frá afleiðingunum.
Og til að útskýra það betur langar mig að segja ykkur frá þegar ég var aðeins 1 árs gamall. Ég var snemma farin að labba, jafnvel áður en ég hafði þroska til þess. Að þá hafði ég sérstaklega gaman að því að príla upp á hluti. Ekki ósjaldan var ég komin upp á borð þar sem ég síðan labbaði fram af borðinu og ætlaðist bara til þess að ég yrði gripinn. Ég var ekkert endilega að athuga hvort að einhver væri í færi til að grípa mig. Nú eitt sinn var pabbi að klæða sig í buxur þegar hann sér mig hlaupa fram af einhvers staðar og hann hleypur á stað með buxurnar á hælunum til að grípa mig. Og þarna hefði pabbi hæglega getað fengið gata á hausinn við að bjarga mér. Og hverjar eru eðlilegar afleiðingar af því að labba fram af borðinu? Eðlilega, samkvæmt lögmáli eðlisfræðinnar, þá ætti ég að hrapa niður og fá gata á hausinn, nema einhver grípi mig. Og það er nákvæmlega þannig með syndina. Eðlilegar afleiðingar er dauði, en Guð grípur okkur. Og ef það væri ekki fyrir það að Guð grípur okkur, þá þyrftum við að taka strax afleiðingunum af syndinni. Og stundum leyfir Guð að við upplifum einhverjar afleiðingar af synd eins og til að kenna okkur lexíu. Við hrösum og fáum gata á höfuðið, andlega talað, og kannski verður það til að við lærum einhverja lexíu. En það er ekki það að Guð er að refsa okkur, ekki nema þá að því leyti að hann leyfir okkur að upplifa eðlilegar afleiðingar gjörða okkar. Og þar sem Guð hefur vald og kraft til að bjarga okkur, að þá þegar hann kýs að leyfa okkur að hrasa, þá lítum við oft á það þannig að hann sé að refsa okkur. En Guð er kærleikur og hefur enga unun af að sjá okkur hrasa. Hins vegar hefur hann skapað þennan heim þannig að til að ekki verði glundroði í sköpuninni, þá hefur hann sett lög, bæði eðlisfræðileg lög og siðferðisleg lög, sem alheimurinn verður að lúta svo ekki verði glundroði. Þetta þurfum við að átta okkur á að lög Guðs er ekki sett til að refsa okkur, heldur til þess að alheimurinn geti þrifist eins og Guð hefur skapað hann. Í 5. Mósebók 28, 1-4 og 6 lesum við: Ef þú hlýðir grandgæfilega raustu drottins Guðsins, svo að þú varðveitir og heldur allar skipanir hans, þær er ég legg fyrir því í dag, þá munu fram við þau koma og á þér rætast allar þessar blessanir. Ef þú hlýðir raustu drottins Guðsins, blessaður ert þú í borginni og blessaður ert þú á akrinum, blessaður ert þú þegar þú gengur inn og blessaður ert þú þegar þú gengur út. Og þetta eru dásamleg loforð sem við getum tileinkað okkur hvernig Guð vill blessa okkur. En það er háð skilyrðum. Hvers vegna er það? Vill Guð ekki blessa okkur nema við förum eftir einhverjum reglum? En málið snýst ekki svo mikið hvað Guð vill og vill ekki. Það snýst að ef við förum eftir og fylgjum reglum Guðs, þá streyma blessanirnar sjálfkrafa. Það er bundið í lögmál Guðs. Og alveg á sama hátt og ef við virðum náttúrulögmál, þá förum við okkur ekki að voða. Þannig er það einnig með siðferðislögmálið. Það hlýst sjálfkrafa blessun af því að fara eftir því, algjörlega á náttúrulegan hátt, því þannig hefur Guð komið hlutunum fyrir í sköpuninni. Guð er kærleikur og hann vill ætíð að við hljótum allar þær blessanir sem hann hefur upp á að bjóða. En þær eru bundnar lögmáli siðferðisins. Nú textin heldur áfram í versunum 15, 16, 19 og 20 og ég er ekki að lesa öll versin því að þetta er langur texti, en þú getur lesið það heima. En það segir: En ef þú hlýðir ekki raustu drottins Guðsins, svo að þú varðveitir og haldir allar skipanir hans og lög, er ég legg fyrir því í dag, þá munu fram við þau koma og á þér hrýna allar þessar bölvanir. Bölvaður ert þú í borginni og bölvaður ert þú á akrinum, bölvaður ert þú þegar þú gengur inn og bölvaður ert þú þegar þú gengur út.
Drottinn mun senda yfir þig bölvun, skelfing og ógnun í öllu því þú tekur þér fyrir hendur að gjöra. Þannig að versin á undan voru loforð blessanir. Hvað þetta þá? Þetta loforð bölvanir? Guð lofar að yfir þig munu koma bölvanir. Hvers vegna það? Það ekki vegna þess að Guð vilji leggja á okkur bölvanir. Guð hins vegar veit hvernig sköpun hans virkar. Hann veit að ef við ekki förum eftir lögmáli hans, þá munu koma bölvanir. Þetta svona eins og hann sé að segja: Jóhann, ég lofa þér því, ef þú hleypur fram að brúninni, þá mun sú bölvun yfir þig koma að þú hrapar niður. Það þýðir ekki að þyngdaraflið sé slæmt. Þyngdaraflið nauðsynlegt. Þyngdaraflið frelsar heldur engan, en að vanvirða það færir okkur dauða. Guð þráir að forða okkur frá afleiðingum syndarinnar, ekki bara með því að grípa okkur stöðulega þegar við hrösum, heldur með því að kenna okkur að virða og fara eftir lögum hans. Þannig hann þurfi ekki að vera stöðugt að grípa okkur þegar við föllum og hrösum. Guð megnugur að ekki bara grípa okkur, heldur varðveita okkur frá hrösun, eins og segir hér í Júdasarbréfinu 1:24 og 25. En honum sem megnar að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína lítalausa í fögnuði, einum Guði, sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, Drottinn vor, í dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú allar aldir. Amen. Og hvernig varðveitir hann okkur frá hrösun? Með því að kenna okkur að virða lögmálið. Hann megnugur að gera fyrir okkur það sem við getum ekki sjálf. Það að halda okkur frá því að hrasa. Hann grípur okkur þegar við hrösum, en síðan kennir hann okkur að lifa samkvæmt lögmálinu. Hann megnugur að koma því til leiðar í lífi okkar. Þetta virkar bara nákvæmlega á sama hátt eins og þegar ég var að hlaupa upp á borði. Mamma hrópaði hárri röddu: Jóhann, ef þú hlýðir ekki röstu móður þinnar og ferði í öllum hlutum eftir því sem hún segir, mundur hlaupa fram að brúninni og fá gata á hausinn. Og það var ekki þannig að hún væri að óska þess að ég fengi gata á hausinn. Það var ekki þannig að hún færi að setja gata á hausinn á mér. Gata á hausinn eðlileg afleiðing þess að hlaupa fram að brúninni. Nema mamma grípi mig og frelsi mig frá örlögum mínum. En ég bara þarna lítið barn og gerir mér ekki grein fyrir hvað ég að gera. Hvað ef ég væri ennþá að príla upp á borð og hlaupa fram að? Þá á ég skilið að fá gata á hausinn, ekki satt. Og við óttalegir óvitar oft á tíðum. Og í óvitaskap okkar gerum við ýmislegt sem skadar okkur sjálf. Lofsi Guði fyrir að hann grípur oft inn í og bjargar okkur frá óvitaskap okkar. En það vilji Guðs að þurfa alltaf að vera að grípa okkur í óvitaskap okkar? Nei, ekki frekar en að mamma myndi óska þess að ég væri enn að hlaupa fram á borðbrún. Guð vill að við þroskumst og lærum að virða þau lögmál sem Guð hefur sett í sköpun sína. Því þetta snýst ekki bara okkar eigin óvitaskap. Þetta snýst eilífa velferð alheimsins. Það hins vegar einn eðlismunur á óvitaskap mínum og því sem við að fást við dagsdaglega. Það var enginn að hvísla að mér að nú þyrfti ég að fara að príla upp á borð og hlaupa fram á. Eða það minnsta kosti, ég veit ekki til þess að það hefur verið þannig. En því öðru sér farið með syndina. Fallnir englar eru stöðulega að hvísla að okkur að syndin sé nú ekki svo alvarlegt mál, að það sé nú engin hætta þó að við leyfum okkur eitt og annað. Við þurfum nú ekki að missa af öllu sem skemmtilegt í lífinu, er það? Guð alveg sama þó við látum eitt og annað eftir okkur. Við eigum það nú skilið að hafa gaman annars lagið. Guð mun hvort sem grípa þig,
þó þú rasir. Hvaða máli skiptir þetta? Það skiptir máli, því þannig er sköpunarverki byggt upp og án þessara lögmála aðeins glundroði í alheiminum. Glundroði eins og við sjáum allt í kringum okkur. Guð í visku sinni setti þennan heim í eins konar sóttkví. Það er eins og hér í þessum heimi, það er aðeins hér í þessum heimi sem slíkur glundroði ríkir. Annar staðar eru aðrar skapaðar verur sem aldrei hafa fallið í synd og þess vegna heldur hann okkur í sóttkví til að koma í veg fyrir að glundroði þessa heims breiðist út allt sköpunarverkið. Og hvers vegna er svona komið fyrir okkur? Jú, vegna þess að eitt sinn var engill á himnum sem fór að hugsa með sér að það sé ósanngjarnt af Guði að setja þeim reglur. Þeir væru nú fullkomnir og lýtalausir englar og þeir þyrftu ekki neinar reglur til að fara eftir. Á bakvið það var í raun öfund, stolt og hroki og sjálfsupphafning. Að lokum var honum vísa burt ásamt þriðjungi englana. Og Opinberunarbókin 12:4 lýsir því svona: með halanum dró hann þriðja hluta af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Síðan hvíslar hann að Evu: vissulega munu þið ekki deyja. Og hvað er hann í raun að segja henni? Guð var að segja ósatt. Það eru engar afleiðingar. Þú getur gert það sem þú vilt. Settu þínar eigin reglur. Og þannig flæktust við inn í þessa uppreisn sem hófst á himnum og þurfum að vera hér í sóttkví þar til Guð bindur enda á alla ílsku fyrir fullt og allt. Kannski hefur hann sjálfur borðað ávistinn fyrir framan hana. Hver veit? Sjáðu, ég er ennþá lifandi. Og enn þann dag í dag hvíslar hann þessari sömu lygi: vissulega muntu ekki deyja. Þú munt lifa að eilífu, sama hvernig þú haga þér. Þú færð ekkert gat á hausinn. Og það sem Guð er þolinmóður og góðviljaður og vill ekki að við fáum gat á hausinn og grípur okkur þegar við hrösum, þá höldum við bara áfram í óvitaskap okkar. Sjáðu hvað predikarinn segir hér í kafla 8 vers 11: dómi yfir ilskuverkum er ekki fullnægt þegar í stað, og því svellur mönnum móður til þess að gera það sem illt er. Menn hugsa með sér: ég hef brotið af mér áður og afleiðingarnar voru engar. Ég get bara haldið því áfram. En það að afleiðingarnar birtast ekki strax þýðir ekki að þær munu aldrei birtast. Að það sem fólk áttar sig ekki á er að það er stríð í gangi sem hófst á himnum og þetta stríð snýst ekki fyrst og fremst okkur sjálf, þó að við séum óhjákvæmilega þáttakendur í því. Stríðið er fyrst og fremst á milli Guðs og Satans. Stríðið hófst á himnum að þar sem að Lúsifer sem var Satan var með ásakanir á Guð, að Guð væri ekki réttlátur, að kröfur hans væri ósanngjarnar, að fullkomnir englar þyrftu ekki lög til að fara eftir. Lúsifer var sannfærandi, svo sannfærandi að hann dró með sér þriðjunginn af englum himinsins. En hvað með hina englana sem ekki létu blekkjast? Þeir horfa upp á Lúsifer, höfuð engillinn sem þeir höfðu elskað og virt, vera varpað út. Þeir höfðu ekki fengið svör við öllum sínum spurningum. Hvað ef Lúsifer hafði eitthvað til síns máls? Og þeir þurftu að fá svar við spurningum sínum. Og þess vegna er það að syndin fær að viðgangast hér. Þess vegna er ilska í heiminum. Guð er að gefa Satan tíma til að sýna sitt rétta eðli. Englar himinsins fá svör við öllum sínum spurningum með því að fylgjast með framvindum mála hér á jörðinni. Við erum eins og kennslubók afleiðingar syndar. Kennslubók sem rituð er með lífi okkar allra og verður notuð alla eilífð til að koma í veg fyrir að eitthvað sambarilegt geti gerst aftur. Það snýst málið.
Hver hefur rétt fyrir sér, Guð eða Satan? Við höfum öll hlutverki að sýna fram á að lög Guðs eru ekki bara réttlát, heldur nauðsynleg til að viðhalda stöðuleika í sköpunarverki Guðs. Davíð orti svo fallega í Salmi 19, 8-12. Lögmál drottins lýtalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins áreiðanlegur, gjörir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins rétt, gleðja hjartað. Boðorð drottins skýr, hýrga augun. Ótti drottins hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins sannleikur, öll réttlát. Þau dýrmætari heldur en gull, já gnóttir af skýru gulli, og sætari en hunang, já hunangs eimur. Þjóð þinn varvitir þau kostgæfilega, að halda þau hefur mikil laun í för með sér. Það engir vankantar að finna á lögmáli Guðs. Það fullkomið og áreiðanlegt, og sá sem fylgir þeim vitur og fær ekki gat á hausinn. Þau dýrmætari en gull, og hvers vegna? Vegna þess að án þeirra mundi glundroði ríkja í öllum alheimi Guðs. Launin fyrir að fylgja þeim kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska og góðvild. En laun syndarinnar dauði. Samt flestir kristnir sem fullyrða að Kristur hafi tekið þetta lýtalausa, áreiðanlega, réttláta, dýrmæta lögmál Guðs, sem hressir sálina og gerir fávísa vitra, og neglt það á kross. Og þá vísa þeir oft í Kólussubréfi 2:14 þar sem segir: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Og hvað var það sem hann negndi á krossin? Var það lögmálið? Nei, það var skuldabréfið sem fór á krossin. Það brot okkar gagnvart lögmálinu sem fór á krossin. Í stað þess að við fáum gat á hausinn, þá fékk frelsari okkar nagla í gegnum hendur sínar og fætur. Hann hefði ekki þurft að fara á krossin nema vegna þess að lögmálið verður að halda sama hvað það kostar. Krossin sýnir okkur tvennt. Hann sýnir okkur hversu mikið Guð elskar okkur. Hann elskar okkur svo mikið að hann var tilbúinn til að fá gat á hausinn, svo má segja, í okkar stað. Og í stað þess að láta heggninguna koma niður á okkur, þá bar hann hana sjálfur á krossinum. Kristur greip okkur í fallinu, en á sama tíma þurfti hann að líða. Krossin sýnir okkur líka hversu óhagganlegt lögmál Guðs Ef það hefði verið hægt að fella niður lögmálið, þá hefði Kristur ekki þurft að líða. Það vegna þess að án lögmálsins yrði glundroðið allt sköpunarverkið. Á sama hátt og lögmál eðlisfræðinnar halda tunglinu sporbraug jörðina og jörðinni sólu, þá heldur siðferðislögmálið vitsmuna verum í andlegu jafnvægi. Á sama hátt og það að brengla lögmálum eðlisfræðinnar myndi orsaka glundroða í efnisheiminum. Þannig myndi það að afmá svo mikið sem stafkrók úr siðferðislögmáli Guðs koma á andlegum glundroða allan alheimi. Það var fyrir þennan sannleika sem Kristur var tilbúinn til að líða á krossi. Samt það svo að enginn frelsast fyrir dugnað sinn við það að virða þessi lögmál sem Guð hefur sett. Eða eins og við segir í Efesubréfinu 2:8, því að það náður þér horfnir orðnir fyrir trú. Þetta ekki yfir að þakka, það Guðs gjöf. Og það vil ég taka fyrir eftir viku, því að ég vil velta þessari spurningum fram. Hvers vegna ætti nokkur að vilja líða og þjást og jafnvel þola píslarvotta dauða fyrir lögmál sem frelsar engan? Ef ég frelsast aðeins fyrir trú en ekki verk, hvers vegna þá að leggja á sig slíkar raunir og þjáningar ef það skila mér engu? Hvað með allar þessar þúsundur sem þolar að hafa slíkar raunir? Var það til einskis?
Eða var einhver tilgangur með því? Og þá mun ég einnig fjalla þessar baráttu sem á sér stað á milli Guðs og Satans, hvað hún raunverulega snýst og hvert hlutverk okkar í þeirri baráttu. En þangað til getum við sungið með Davíð, eins og hann orti í Sálmi 148, 1-6. Halleluja, lofið Drottinn af himnum, lofið hann á hæðum, lofið hann allir englar hans, lofið hann allir herskarar hans, lofið hann sól og tungl, lofið hann allar lýsandi stjörnur, lofið hann himnana og vötnin sem eru yfir himninum. Þau skulu lofa nafn Drottins, því að hans boði voru þau sköpuð. Og hann fékk þeim staðum aldur og ævi. Hann gaf þeim lög sem þau mega ekki brjóta. Amen.